Turn Me On. Það FM 95 Blöð sem hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn, fimmtudaginn og eins og alltaf á fimmtudagum að þá situr Hjöppi K hérna beint á móti mér. Hjöppi, vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Mjög góð. Hvernig þessi vika búin að fara í þig? Hún búin að fara ríkalega vel í mig. Það búin að vera nóg að vera, bolludagur, sprengidagur, öskudagur. Þetta ekki búin að fara bara stanslaust upp hér? Jú, þetta alveg búin að vera frábært alveg. Já, ég heyri það bara. Við Hjörvar verðum með, rosa þátt fyrir ykkur hérna í dag. Ég var alveg í rusli fyrir sem öskudegi. Já, skemmtilegur þarna. Hvað varst þú? Á öskudeginum. Varst þú bara a little midget eins og alltaf eða varstu eitthvað annað? A little midget, ég meðalhæð sko. Ok, en hvað varstu? Ha? Hvað varstu? Í hvað galla fórstu? Ég fór ekki að bella hana mér sko. Ég keypti reyndar Batman grímu sem ég setti á Pétur Jóhann og svo ég búinn að eiga hana síðan. Ok, ég var Batman, en þú, hvað hjólaði þú í? Ég var Vitti í Toy Story. Ok, skemmtilegt. Bara heima hefur þá eða? Já, ég maður fór í ykkur nokkra búður. Já, fékkstu eitthvað nammi? Nei, ég fekk bara eitthvað protein shake á næsta. Já, glæsilegt þegar það var séð að þú ekkert með namma að gera. En góður. Við Hjörvar erum með, rosa þátt handa ykkur í dag. Það magnað þáttur framöndan. Við erum með viðtal við Aron Einar. Hann að fara að keppa á Wembley núna helgina á móti Liverpool. Og alltaf gaman þegar Íslendingur fer á Wembley úrslitaleik. Við ætlum að heyri í honum hérna á eftir. Brjánn Breki, hann á sínum stað. Við ætlum að tekka á þeim mikla meistara. Svo flottulega keppnin hjá okkur, tuðhotnið og fleiri fastir liðir, þannig að það nóg með að vera hjá okkur Hjöppa hérna í dag. Það átti nú að koma til okkar góða gestur, Þorvaldur Davíð. Þorvaldur Bjarni ekki? Þorvaldur Davíð sem að fara að leika í Svartur á leik, fara að leika, það í myndinni sem að vera frumsýtt í næstu viku, en hann kemur á þriðjudaginn í staðinn, þannig að landsfjörmar eru spennt fyrir íslenska bíómynd. Já, þetta trailerin lofa góðu og skemmtilegt lið hann á bakvið hana. Svo hef ég heyrt að bókin sé mjög góð, þó að ég náttúrulega ekki mikill lestrarhestur. Hefur þú lesið hana? Nei. Þú samt lest alveg? Ég les alveg. Þú ert ekki sama fíbli og ég? En þú ert aðalega hvað í svona fótboltaæfisögum, ekki? Jú, og heimspeki. Og bara sambandsbækur. Og svona bækur sambönd og samskipti kynja. Já, ég trúi því reyndar. Þú ert sérfræðingur í samböndum og við komum einmitt inn á það hérna í slúðrun eftir. Þá ætlum ég að nýta mér þig. Því að, ég er búinn að vera að spara það að ræða eitt mál hérna þar til að þú kæmir. Okay. Af því ef einhver hefur vita á sambandslitum öðru, þá það Hjöppi K. En það ekki málið. Öllu vanur. Við ætlum að byrja þetta á Daughtry Crawling. Þeir okkar þarna á ferð, en það hins vegar komið að slúðri dagsins hérna í FM 95 Blöð og ég ætla að byrja slúðrið á henni Adele, söngkonunni sem að vann 6 Grammy velunum daginn og vann einhver Brit velun og eitthvað líka, sennilega vinsælasta söngkona heims í dag, en það verið að bjóða henni Nei, hún ekki vinsælasta söngkona heims. Hafðu hlutina rétta? Hún víst einn vinsælega, hún búin að slá öll met núna bara síðast ár. Já, en þú veist, Rihanna svona 100 sinnum vinsælli. Nei, það svona álíka vinsælar. Nei, ránt. Nei, rétt. Ok, alltaf samt á hún að lesa. Ok, en Adele, það verið að bjóða henni núna $1,6 million fyrir að vera andlit dating síðunar The Big and the Beautiful, og Adele ekki búin að svara þessu og að hugsa máli, en þetta því langstærsti samningur sem gerður hefur verið á vegum þessara síðu, sem kannski ekkert skrítið, en það hef ég aldrei heyrt þetta, en þetta svona stefnumóta síða sem að fólk kynnist, og konur sem inn á þessari síðu eru hérna aðeins svona stærri heldur en inn á öðrum síðum, svona stendur hérna í þessu. Skrítin frétt. En þetta eitthvað sem maður myndi vilja taka þátt í? Þetta náttúrulega ekki smá peninga, sko. Þetta 200 milljónir. Þetta vant ekki seðla, sko. Nei, en hverju vantar ekki 200 milljónir samt? Jú, en hérna, já. En þetta samt, sko, þú veist. En hvernig vita að það á þessari síðu sé eitthvað stærri heldur en því að spokesperson for the site sem heitir The Big and the Beautiful, og þannig að þetta gefur það náttúrulega til kynna, þetta sé svona, þú veist, stærri konur, en ekki það að Adele sé eitthvað risa stór. Nei, ég hef aldrei séð hana. Hættu þessu, Hjörvar. Nei, ok, ég hef aldrei séð hana. Ok, en hvað þyrftir þú mikið pening fyrir að vera á svipari síðu á Íslandi? Þá ég ekki að tala þetta ekki skotað, ef þú ættir að vera andlit á date síðu, myndi ég, hvað myndir þú þurfa fyrir það á Íslandi? Það ekki 34 skall. 34 skall, þá heyrið það hann úti að byrja með ykkur stefnumóta síðan. Næsta slúður eitt af ómerkilegasta sem ég séð, en það var inn á vísir.is. Kim tjastlar upp á tásurnar. Sjónvarpsstjarnan Kim Kardashian hefur nóg að gera markam á myndirnar sem tekna voru af henni í vikunni, eins og má sjá í myndasafni inn á vísir.is. Þá lét hún taka tærnar á sér í gegn og vestlaði.
af hverju þetta fréttin á Vísir.is? Þetta nefnilega ekta, ekki vera svona ljótur og leiðilegur og röflega. Þetta frétt. Mér finnst þetta ótrúlega. Ef þú hefur ekki kynst svona mönnum eins og mér, þá væri alltaf á kommentarkerfunum, þetta frétt. Hvernig með þegar verið þetta frétt? Það var frétt í vikunni líka hún að vera að versla sér rúm. Það er greinlega nóg að gera hérna. Fólk finnst gaman að lesa þetta. Já, það sem að mér finnst skrítið. Það er ekki blöðum að keppa. Kenna. Herru, þá var það síðasta slúðrið og það er einmitt það sem ég ætla að ræða hérna við hann Hjörvar, enda fagmaður í þessum málum. Við sögðum ykkur frá því í gær eins og aðrir fjölmiðlar landsins að Ásdís Rán og Garðar Gunnlaugs þau eru skilin og örlaríkur dagur eins og stóð inn á dv.is og þau hætta saman núna eftir 6 ára hjónaband og Garðar Gunnlaugs búinn að breyta inn á Facebook-síðunni sinni breyta hann hjúskaparstöðu sinni úr kvæntur í einhleypur og hún kommentaði inn á þetta líka, hún Ásdís Rán sagði við DV hvort það væri skilið, þá svaraði hún yes, en ég ætla ekki að ræða þetta svo stöddu. Og Hjörvar, þú sem svona, þegar kemur að FN95 blöð þá ert þú örugglega svona bestur þegar kemur að samböndum og öðru. Hvað finnst þér þetta allt saman? Við reyndum að fá Garðar Gunnlaugs í spjall í dag, en virðum það við hann að hann komst ekki. Jú, ég ætla náttúrulega búið að gríðarlega erfiðu tími í samböndum undanförnu, mikið álag, valentínusdagurinn og konudagurinn. Já, heldur það spila inn í? Ok, tölum í alvöru. Herru, ég veit ekki neitt þetta. Eina sem málið er að fólk má ekki vera að hæðast að þessu og eitthvað. Nei, það er spiljótt líka. Sá að það voru eitthvað síður, eitthvað Barbie og Ken skilin, eitthvað, þóttu að finna ekki að grína þessu. Þetta er náttúrulega ekkert fyndið, ég held að saman eigið 4 börn eða eitthvað slíkt sko. Já, sem náttúrulega ekkert grín. Sem náttúrulega bara ekkert fyndið og þau eru oflega komin á þannig aldur og þau eru fann að skoða þetta og svona, þannig að fólk þarf svona stundum aðeins að hugsa áður að fer og drullar yfir allt sko. Já, en það sko, en þau geta samt ekki, verið pirruð út í fjölmiðla eftir sko, náttúrulega þau hafa sýnt allt í fjölmiðlum sem þau hafa gert. Ég held að það er engin spurning sko. Búin að setja mikið þrýsting á sambandi. Ég var svona að segja að ég var að fyndi til með krökkunum var ég að segja. Já, ég er að segja það, en það kemur mann ekkert óvart að þetta skulle verið í öllum fjölmiðlum. Auðvitað ekki maður og við sögum nú bara frá því sjálfur, við hittum einu sinni Ásdísi Rán í eina skipti sem ég sé hana. Þá tekin einhver mynd á iPhone símanum hennar og þær myndir endur bara á vísi.is. Já, hún sendi þær allar inn. Þannig að, hún hefur leikt fjölmiðlum að fylgjast vel með sér. Já, ég held að þetta sé líka bara eins og bara fyrir knattspyrnumann Garðar Gunnlaugs, það geta verið gott. Þetta er alveg svona mikil, það er bara erfitt að vera í svona sambandi. Já, þetta er náttúrulega... Það þurfa að vera alltaf að standa í einhverju vitleysu með þessu. Nettur svona fjölmiðla sirkus, þannig að þetta geti hjálpa hann í boltanum. Allir þessi bestu, þeir eru ekki í svona samböndum. Ef þú ætlar að geta eitthvað í fótbolta, þá getur ekki verið í svona sambandi. David Beckham gæti þetta, en hann var farin 32 ára og tók fótbolta. Já, reyndar. Ég er að segja það. Af því að Ferguson gafst upp á þessum sirkus. Ég er að segja það, þú getur ekki verið í einhver svona, þú veist, ég svo sem veit ekki hvernig Gretar Rafn, en Gretar Rafn náttúrulega, hann hefði kannski stundum bara fínt að þetta sé rólegt á hinum kantinum. Já, þetta sé ekki út allt og svona minnaru. Já, þetta er bara svo, að vera fótboltamaður eins og Garðar og Gretar og Siggar, þetta er bara fullt starf og að vera að taka þátt í einhverju sirkus með þessu. Það er bara eiginlega ekki, sko, það er ekki hægt, sko. Nei, þannig að þú vilt meina að þetta geti hjálpað stráknum bara í boltanum? Já, ég meina hann reyndar að glíma við það, hann er upp með skrokkinn á sér, það meittur og slíkt. Já, það kannski fyrir það líka batna. Ég þekki ekki neitt, ég þekki hann ekki neitt. Bara af því hvernig hún svona kemur fram í fjölmiðlum og svona, það er eina sem maður þekkir hann. Getur vel verið hún sé, þetta sé einhver algjör snillíkur, sko. Já, hún har alltaf náð að sko koma sér vel á framfæri og auglýsa vöru sína. En hefur hún eitthvað uppbúið? Já, hún verðist vera meikað hann í Búlgaríu og vörurnar hennar seljast og eitthvað, það ekki að hún að sækja stæðum. Hver er að segja þér það í Búlgaríu? Hún er framan á tímaritum og elda paparazzum. Þú getur alveg sett andlitaður á forsíðu monitor og feika? Ég held að þetta sé nú ekkert feik hjá henni. En svo náttúrulega annað sem var í vikunni, fyrst að þú situr nú mótið mér talandi um sambönd og hana, þá er Gretar Rafn líka, Gretar, hann er trúlofaður og komið með enska spúsum. Já, voru ekki að segja að hann var búin að setja einhverju rós yfir andlitið á Manuelu í þessum... Já, ég menna, finnst þið það skrítið? Nei. Það er skemmtilega lausn. Já, hann setti svona lita rós í það með þessa. Og hann er þá orðin, hann er með systur konunars Charlie Adam, leikmanns Liverpool, var það ekki eitthvað svoleiðis? Já, eitthvað, allavega tengdist eitthvað ættinu. Það tengdist eitthvað saman, þannig að þetta er tóngliði á kallinum. Já, við Sveppi ræddu það í vikunni, Sveppi vildi meina að hann gæti ekki átt konu sem að væri ekki íslensk upp á börn og annað, ertu sammála því? Ég held sér rosalega leiðir að þetta verið í sambandi með einhverju sem er útlenskur. Ég man eftir einu sem var stelpa sem þetta sem var með
útlendingi og svo átt að henda fósbræðurum í tækið og eitthvað svona og þú verður alltaf eitthvað this is a very funny sketch now he is það sem gerir þig fyndin tungumálið og svona og þannig að, nei, ég held að vera alveg ömurlegt, ég get til dæmis aldrei átt rússneska konu Hvað fordómar er þetta? Can you please clean Nei, ég segi svona Þetta eru fordómar hérna Þú veist hvað við Ég veit það, en ég var einmitt pínu sammála að seppa það gerir þetta allt svolítið herfiðar og öðru í þessi að vera með Getur þú áttu útlenskonu það? Nei, ég held ekki Þú væri samt aldrei flottur með þína útlenska Já Þið finnst svo gaman líka að tala ensku Talar ógeðslega leiðilega ensku Nei, ég tala góða ensku Nei Þú ert náttúrulega það sem að bögga þér Ég bjó í Oklahoma í 2 ár og náði enskunni þar alveg Talar umurlega ensku Það er mín skoðun allavega En ég held að þú er fínni með einhver útlenski Kannski að þú farið á þessa datesíðu þarna sem að Adele að Já, það er aldrei að vita henni kíkinn á það Þetta var slúðupakki dagsins og Þetta er heimskasta spjall sem ég hef tekið þátt í á æfinni Nú, hvað er þetta, drengur? Þú varst að tala um að Rihanna væri vinsælli en Adele Miklu Já Hún í þess allavega All of the Lights Rihanna og fleiri í All of the Lights Þeir að hlusta á FM 95 Blöð þennan 50 daginn Hér framundan viðtal við Aron Einar sem að fara að keppa á Wembley helgina Brjátbryggi á sínum stað Töðhotnið, flottulega keppnin og fleira Nóum að vera hjá okkur Hjöpa en Hjöpi ég ætla að spyrja þig Nú er ég búin að spyrja alla sem eru búin að vera með mér hérna útvikuna Ef þú mættir djamma með hvað þreim sem í heiminum og kemur bara til einhver svona lítill andi svona lítill Jóta eða eitthvað og myndi spyrja það bara, herðu, nú máttu velja eitthvað 3 til að kíkja út á djamið með Hvað 3 yrðu fyrir valunni hjá Kamman? Hrafn Gunnlaugsson Davíð Oddsson Nei, Það var þetta Davíð Oddsson ágætið svar Davíð Oddsson var reyndar mjög gaman að spóla sig í gang með honum Já, og líka bara svolítið töff að vera að rölda með honum bæinn bara býta þér þetta Ötti og Davíð Oddsson hann bara á góðu djamið Hver er alls gaman að ég held að sé rosa gaman að detti með Will Ferrell Já Ég sá pínu eftir að ég ekki sett hann á minn listar Já, hann á eiginlega heima þetta Já, viðbjóðslega fyndið Ég held að það sé illa gaman, ég myndi setja hérna Eric Cantona þarna líka Já Hann er svona svaligæinn í hópnum Hann var ekkert að segja hennar brandar en það væri gaman að hafa hann með Já, hann var illa góður á því Og svo myndi ég að Helga Björnsson þarna líka Já, Helgi Björns náttúrulega, það rándísvar Ég held að það væri hrikalega gaman að fá senast með honum En þú mættir ekki setja Íslendinga þá Ég reyndar, þú ert komið með besta íslenska svarið að mínum að Helgi Björns, Davíð Oddsson og Hvað, Pétur Jóhann bara með það? Já, það var ekkert leiðilegt að vera bóðum ég meina Já En svona þriðji útlendingurinn Ég meina Slæst á lónin náttúrulega hetja en ég er ekki sem að sé gaman að detta í það með honum sko Nú, okkur Ég veit ekki, hann náttúrulega komin á 70-aldur kallinn Já, mennar hann myndi ekki endast jafn lengi á kámaðurinn Hann reyndar endast ekki lengi Ég veit aftur Ég veit ekki, hver á vera Schwarzenegger og gammal líka Já, ég setti þarna Clooney og Will Smith Ég hugsa að Will Smith geta alveg verið skemmtilegur Æ, hann er ábúinlega að vera á trún og fyrir ábúinlega bara grænja fljótlega Það er auðvitað leiðilt að vera á trún og með Will Smith Æ, hvern myndi maður að taka með sér í þetta? Hver er svona glerharður? Mickey Rourke? Já, það er gott svar Taka Mickey Rourke að það með sér Charlie Sheen Pitbull Ég var gaman að þessi á múnum Af því að hann geti alltaf, þú veist, vitna sér af ensku og eitthvað Það er alltaf eitt síðastu maður sem hittir hann saman Pitbull Er bara með sólkleru og jakkavutum allan tíman Já, gaman What you consider the best, I consider mediocre Það sem þér finnst best Það finnst mér meðalmennska Þú veist, kíkta B5 eða austur Það sérðu svona 5 Pitbull Það finnst Pitbull Herru, wow, þetta er besta hugmynd sem ég hef heyrt Hvað? Hafa Pitbull kvöld að tala við á þetta niður frá og allir er að koma klættir eins og Pitbull Já, þetta er ekki góð business hugmynd til þessa staði, sko Veldu þá eitthvað lítinn stað til að halda þetta þessi hugmynd var að detti núna að vera með Pitbull kvöld og allir mæta klættir eins og Pitbull Já, það myndi enginn mæta, Hjörvar Og hvað, snóðaði líka, ég reyndaði náttúrulega getið ekki klippingunars Nei, þú verður bara að reyna að púla þetta einhvern veginn Ok, ég ætla að bara fá hérna smá botnin í þetta Ég ætla að opna þér í síman óvænt bara í 1 mínúti Ég ætla að spyrja 2 hvort þeir myndi mæta á Pitbull kvöld á B5 eða austur Þú klárið það? Já, bara hvar sem er í bænum, mér er alveg saman hvað það er 511-0957, spyrjum hérna FN95 blöð, góðan daginn Halló Já, þetta er Halló? Þú kannst ekki alveg, svo kemur eitthvað 5 FN95 blöð, góðan daginn Já, nákvæmlega Góðan daginn, myndið þú fara á Pitbull kvöld ef það verður haldið hérna helgina? Ég bara veit það ekki Nei, hefur aldur eða? Ég er 20, þannig að já, til Já, 20? Já, ok Þannig að þú myndir ekki mæta?
Nei, ég var eiginlega bara að spara að hringja eitthvað og hvort það var ennþá að gefa með á Women in Black. Nei, það er ekki núna. Því miður. Nei, herðu, maður sjá, gefum svo einu menn hérna sens. F95 Blöð, góðan daginn. Halló, F95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Myndu þú mæta á Pitbull kvöld? Góðan daginn. Ok, það er vinnustæðagrínar hérna. F95 Blöð. Já, góða. Já, góðan daginn. Myndu þú mæta á Pitbull kvöld? Það myndi ég ekki gera, nei. Nei, þannig að þið finnst þetta ekki góð business-ummynd. Nei, ekki það, sko. En hvernig ertu, Hjöppi, að þú ert klæddur sem Pitbull, hvernig ertu á klæddur? Bara jakkafötum með sólgleru, eða? Þetta var bara hugmynd síðan þegar, sko. Já, ég ætlaði bara að tjekka hvort að menn væri spennti fyrir því. Þú veist, já, ok. Þetta er svolítið einægt, sko. Já, einægt. Herri, já, hörur, hvað er það? Þetta var bara, mér finnst þetta ekki góð hugmynd og ekki hlustandum heldur. Þessi tveir sem þú herðir í, þeim fannst ekki góð hugmynd. Nei, en allavega þá vitum við það, Hjörvar mundi saman með Pitbull, Will Ferrell og... Helga Björns. Helga Björns, já. Nei, hver var þetta? Helgi Björns, Will Ferrell, Pitbull. Já. Svo myndi ég taka Cantona líka með. Alveg rétt, Cantona var þarna líka. Herðu, fáum Wild Ones og svo ætlum við að hringja í Aron Einar sem er á leiðinu á Wembley. Wild Ones, við erum að hlusta á FM95 Blöð. Hér réttandahotni er viðtal við Aron Einar sem er svona, já, gestur þáttarins. Aron Einar Gunnarsson, leikmaður Cardiff City, Akureyringur. Sem er að fara að spila á Wembley helgina á móti Liverpool mitt og mikið að búlurum að móti. 23 ára gamall strákur, mjög hress og skemmtilegur og svona, kannski breytir kannski á vissan nátt svona, ég var að segja ímynd fótboltamanna hérna á Íslandi. Hann er svona, tekur sjálfum sér ekkert sérstaklega alvarlega. Nei. Og er svona... Hann er svona svipar og Eiður. Já, einmitt. Hann er mjög hérna léttur og skemmtilegur og búinn að ná gríðarlega langt í boltanum. Já, og geti náð enn lengra ekki. Já, og geti verið að fara í, og er náttúrulega núna að vera í úrslitaleikinn á móti Liverpool þar sem að búist að hann byrji í liði Cardiff. Já. Og hann er svona einn af þeirra bara bestu leikmenn. Hann náði mitt útlenska kærustu, við getum spurt hann út í það sem vorum að ræða hérna áðan, hvernig það virkar allt saman. Svo erum við líka með Brjánbreka, Tuðhotnið, flottulega keppnina. Við ætluðum að reyna að fá Garðar Gunnlaugsson í spjall, það gekk ekki og verðum við það við hann og skiljum vel. Við reyndum líka að fá Jón Baldvin en hann komst ekki, það er eitthvað vesen á honum. Þorvaldur Davíð, hann komst ekki en hann kemur Köllum Þorvald Davíð núna og Þorvald Bjarna því hann mætti ekki. Það er hann kansilega, hann eitthvað kansilega á okkur á síðustu stundi, það er illa gert. Sko, mér langar svo að við þurfum að ná okkur niður á hann. Hvernig getum við ná okkur niður á hann? Hann ætlar að koma þriðjudaginn, þannig að ég þarf ekki að ná Ég hef ekkert upp á því. Nei, þú ert bara hérna 50. En þú var að spjalla á Aron Einar hérna eftir smá stundum að fara í auglýsingar og svo ringi við kallinn. Vilt þú hoppa í djúpulaugina og koma í köfun? Morgunþátturinn Magasín ætlar að skella sér í köfun og við viljum fá skemmtilegt fólk með okkur. Laugardaginn 25. febrúar verðum við með Sundhöllin í Hafnarfirði aðeins fyrir okkur til að pröfa köfun. Pröfutíminn kostar bara 5.000 kall sem rennir svo upp í námskeiðið. Að loknu námskeið fá svo allir kafaraskírteini. Send okkur tölvupóst á magasín@fm.is með nafni og síma ef þú vilt koma með okkur. Morgunþátturinn Magasín. Alltaf í boltanum. Nei, alltaf að kafa. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans er Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Flugfélag Íslands kynnir. Þá er loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 10 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð er flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki er á aðeins 22.9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópatel Flugfélags Íslands í síma 570 30 75 milli 9 og 4. Það er mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Athugið, það er 20 ára aldurstakmark í ferðinni. Enda brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Hlökkum til að sjá þig. Flugfélag Íslands og FM 957. We are family. Febrúar er fjölskyldumánuður á American Style. 12 ára og yngri borða frítt allan febrúar. American Style. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Nú bjóðum við okkar frábæru pítur
seldur sem smárétti fyrir öll stór og smá tilefni. Pítan, sími 562 90 90. Pítan, alltaf fersk. Eitt SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Úrilla Górillan kynnir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða í kvöld. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. Viltu sjá leikina helgina? Nú færð viku áskrift á Stöð 2 Sport eða Stöð 2 Sport 2 hjá 10.11. 10.11, alltaf opið. Samfilm kynnir The Woman in Black. Daniel Radcliffe stórkostlegur í þessari mögnuðu hrollvekju. Mynd sem hefur notið gríðarlegra vinsælda í Bandaríkjunum og fór beint á toppinn í Bretlandi. The Woman in Black verður forsýnd næstu helgi í Sambíónum Álfabakka. Ekki kaupa hvað sem þó það sé á einhverju vikutilboði. Nema núna! Eldbökudagar á öllum stöðum Ritzó. Allar pítsur á Mateli á 1380 krónur. Hringdu núna í síma 5777000. Ritzó Pizza, Grensásvegi, Bæjarlind og Árbæ. Lífið kemur út á morgun. Í sumum tilfellum eru sögurnar svo galnar að maður getur ekkert annað en hlegið að þeim, segir sjónvarpskokkurinn Rikka í einlægu viðtali við Lífið þar sem hún blæs á slúðusögurnar og ræðir fjölskylduna og framan. Lífið fylgir fréttablaðinu á föstudögum. Túborg kynnir. Það kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Morning After Youth treður upp og það frítt inn í boði Túborg. Bjór á 450 krónur og skot á 450 krónur. Bar 11 og Túborg fyrir fólkið í landinu. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Sólin í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjartara sást og ég missa allan Ég farinn, eitt vinsælasta lagi á stöðinni í dag, enda miklu snillingar en á línunni á að vera komin viðmælandi dagsins hjá okkur Hjöppa. Hann heitir Aron Einar Gunnarsson og atvinnumaður í fótbolta. Ertu þarna einhvers staðar? Já, ég mættur. Og hvað segirðu, meistari? Ég bara slokkunir. Nei, það ekki? Stattur í Wales eða? Já, ég stattur í Wales, rólegið bara heima, ferðast á morgun til London, þannig að það er rólegið í Wales í kvöld. Til í kvöld, og hvað mennarnir spenntir fyrir, það er náttúrulega þvílíkt spennuglega að komast á Wembley, ekki satt? Jó, algjörlega, það er svona mix af spennu og smá stressi sem er alveg held. Aron, blessaður Hjörvar hérna. Blessaður. Blessaður, er þetta ekki, þetta er nú stærsti leikur sem að þú hefur tekið þátt í þegar það kemur á sunnudaginn? Já, algjörlega, þetta er alltaf stór leikur, sérstaklega fyrir mig sem knattspyrnumann og líka bara fyrir Cardiff sem klubb líka. Komust náttúrulega hana í FA, úrslitaleikin í FA Cup fyrir 3 árum held ég. Það var helviti vel séð hjá þeim, en núna það var náttúrulega ákveðin skipti í kynslaskipti í, hvað segir maður, leikmannaskipti í sumar, það var margir sem fóru og margir sem komu, þannig að þetta er svona, fólk er mjög sátt með hvernig þetta hefur þróast hjá okkur. Það er mjög margir nýjir leikmenn, það tekur stundum tíma að aðlagast og svona, en þetta er bara búið að vera fínt og bara ákveð stótt fyrir Wales að komast á svona leik. En Aron, þú talar að þú sést pínu stressaður fyrir leikin, er ekki algjör, ástæðulaust að vera stressaður því að það gerir engin ráð fyrir því að þeir geti strítt risunum í Liverpool, þannig að þeir ætti kannski frekar að fara að njóta þess og þeir eru að sjálfsögðu litla liðið og þeir hafi alltaf að vinna. Jú, algjörlega, náttúrulega, þú veist,
saman blanda af stressi líka, en maður náttúrulega hefur ekkert oft spilað fyrir framann 90.000 manns, þannig að það svona kannski smá stress út af því, en ég veit það að það náttúrulega enginn að fara að segja að við séum að fara að klára annan leik fyrir leikinn, en maður náttúrulega veit aldrei hvað gerist á sunnudaginn, þannig að við bara komum inn í þetta og njóta þess að fá tækifæri að spila svona stóru leik og sérstaklega að spila á móti svona leikmönnum eins og Liverpool. Fíla að byrja kallinn inn á? Já, ég við stiltum upp aðeins í kerfi í dag, en ég var alltaf í byrjunleginu. Já, þú ert búin að byrja í alla leiki aðeins, þannig að ég held að þú þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur af því, en segðu mér eitt annað. Nú ertu 4. Íslendingur til að spila á þessum nýja Wembley og hittir Jói Kalli, Gretar Rafn og Hemmi Hreiðars. Hvað það með ykkur gaurinn út á landi? Á hverju náu þið svona langt í boltan? Ég get nú sagt þér það hérna, sko. Já, þetta er eitthvað í Þið alist oft upp í lélugum yngri flokkum, en einhvern veginn verðið samt náið lengra þegar í alvöruna er komið. Þekki það. Já, ég er alveg sammálaðið. Ég meina, þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er, en þú kannski veit þetta líka, að norðan og veit hvernig þetta er. Já, við þurfum ekki að vera eina símareikningum í það, ég segi hjálpa þetta bara hérna eftir. En gerir þetta meira spennandi þetta sé Liverpool, með hvað liði helstu sem Gutti? Ég er alltaf maður sem er út í gegn. Vel gert. Alveg út í gegn, þannig að þetta verður ennþá sættar að taka við dollinu fyrir framan Liverpool. Og veistu að Gerrard slappur eitthvað í öklanum? Jaha, hægri að vinstri. Ég man það ekki. Nú er einhverju beilaðar að núti. En Aron, kannski aðeins frá þessum risa leik á sunnudagi. Mér var sagt það, ef þú væri ekki fótboltamaður, þá var að spila með Kíl í handbolta. Þú væri besti handboltamaður landsins. Er eitthvað til í þessu? Gast eitthvað í handbolta? Nú, já, hver var að segja það? Já, ég heyrði þetta bara. Mér var sagt það bara að Kalli hefði orðið algjör yfirböramaður líka í handbolta. Já, ég gatt ímislegt í handboltanum. Ég ákvað að taka fótbolta í staðinn. Já, sérðu ekki eftir því? Já, ég sé ekki eftir því. Ég sé ekki eftir því, alls ekki. En er ekki, þetta var þetta risadagur, ekki bara í þínu lífi, heldur allra fjölskyldunar, er ekki fjölskyldan að koma yfir og allar að fylgjast með þér? Jú, það er alveg mögn og fólki að koma á, en ég held að það þurfti að redda einhverjum 25 miðum, þannig að það er allavega rétt fjölskyldan og Áttu mikið af félögum sem eru púlarar, eða? Já, það er nefnilega akkurat sem að ég er í sætt að klára ef við myndum klára hann leik þá gæti ég aðeins drullaði þá. Já, en við að öðru, við Hjörvar vorum að fjalla um það áðan hvernig væri að eiga erlenda kærustu. Nú ætla ég að spyrja þig, þú átt breska kærustu, eða ekki? Já. Það passar. Og hvernig finnst þér það eitthvað skrítið eða óþægilegra? Nei, það er svona smá kannski erfiðleikar í tungumálinu gennum fjölskylduna, samskipta erfiðleikar. Já, Hjörvar vildi meina að þú getur ekki sett fósbræður í sem að veri mikil galli. Það er erfitt ég er að reyna að kenna henni eitthvað aðeins, en hún á mjög erfitt með þotnið og svona. Og errin? Já, errin, já. Nei, það er öðruvísi að vera með, Kannski léttar í Bretlandi þar sem allir tala ensku. Hún voru kannski pínu einmanna þegar þú ert orðinn útbrunnin fótboltamaður hérna á Íslandi. Þá voru þetta kannski aðeins erfiðara. Já, það var erfitt. Þá fer ég í handboltan. Já, kemur heim. Það er í Þórsliði í handboltan, bara hvað er það á miðjunni eða hotninu? Ég verið í miðjunni með bumbu. En hvað svona þegar þú ferð í Cardiff, maður heyrði eitthvað að það hafi verið úrvalsdeildarklúbbar á eftir. Er það rétt eða? Já, það var svona eitthvað aðeins fyrir EM í sumar eftir. Það voru einhverju klubbar sem höfðu samband eftir að þeir vissu að ég er í samningslaus eftir sumarið og En heitlaði Wales meira bara það? Þetta var einhvern veginn svona, það datt eiginlega svona einhvern veginn upp úr og ég held að það gæti verið út að ég fekk rautt í fyrsta leik á EM, það gæti ekki að spila þetta inn í þetta, en nei, það var svona einhvern veginn, ég ákvað að taka þetta bara í þrepum og kannski stökk ekki á hátt og fara kannski í úrvalsdeildarklúbb og vera ekkert að spila, því að ég held að ég er bara 22 og held ég þurfi að vera að spila til þess að... Fá mínútur og svona? Já, akkurat. En Aron, við ætlum ekki að trufla það lengur, fara nú að einbeita að þessum hrikalega stóra leika á sunnudaginn, allt Ísland verður að horfa. Það er ekki oft sem ég segi þetta, en ég er mikill Cardiff-maður helgina. Já, takk. Já. Það er áfram Cardiff. Já. Við óskum þér allsins besta og takk hérlega fyrir að svara.
Ok. Heyrum við. Bye. Þetta var Aron Einar Gunnarsson sem er að fara á Wembley helgina að spila við Liverpool úrslitinn í deildabikarnum. Hér rétt handa á hornið Brjátbreki og flottulegakeppnin, en það eins og að komið að lagi sem heitir Fight for You með Jason Derulo. Það ekki ég sem stjórnar tónlistinni. Jason Derulo hérna á FM 957 í FM 95 Blö. Hér rétt handa við hornið vinnur okkar Brjátbreki, ég ætla að heyra hans í honum. En Hjörvar, ég með sláandi tölur hérna úr Facebook heiminum. Samkvæmt nýjustu rannsóknum þá eru karlmenn mun grimmari að senda friend request og accepta friend request heldur en konur. Og var það ekki pínu gefið? Og svo kemur hérna í ljós að meðalmaður á 130 vinnu á Facebook. Íslendingar eiga flestir meir en 130 vinnu held ég. Já, það ekki? Jú, ég held það. Svona flestir ykkur yngum. Íslendingar eru mjög svona duglegir að accepta hvorum öðrum og það ekkert oft sem þú þekkir alltaf eitthvað, þú veist, þessi kannast hann. Já, sér mutual friends, það til dæmis mjög steikt að sjá 321 mutual friends en vita samt ekki hver manneskjan er. Ég hef lent í því. Mjög sérstætt. En ert þú duglegur að accepta á Facebook? Ég samt ekki bara allt nema og sér bara með hníf í prófælmyndinu eða eitthvað sko. Já, vel skeggjaður. Þú veist, ég er svona pælt aðeins í þessu tíðan en maður, þú veist, maður er svona svolítið kjánalegur en maður getur ekki samþýtt allar, maður gefur merkilegu til þessara vinur einhvers. En ertu duglegur að adda fólki sem þú þekkir ekki? Nei, ég held ég bara Hefur addað einhverjum stúlkum sem þú þekkir ekki? Nei? Ok. Af því að ég myndi aldrei gera það eins og með eitt góðan lögmann hérna út í bæ sko. Það fréttist frekar hratt þegar menn í þeim leik sko. Þá mér bara hann að gera það. Okkur hann adda mér. Þekki hann ekki neitt. Svo tala við svona 8 einhverjum sem það er að adda mér hérna. En nei, það er mjög snuðt held ég að láta það breyða sig. Já, ég fórveit einhvað lögfræðingur að tala en við ræðum það betur seinna. Við ætlum að fá örstuttar auglýsingar, svo það Brjátbreki, vinnur okkar. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Miðasal í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58-12345. Trúir þú á drauga? Sambíóin og FM 957 ætla að bjóða þér í hryllingsbíó föstudaginn 24. febrúar klukkan 11:20 í Sambíónum Álfabakka á eina óvæntustu spennu hrollvekju ársins. Myndin skartar Daniel Radcliffe í aðalhlutverki og bókað mál að þessi æsispennandi hrollvekja fær öll hárin til að rísa. Við tökum það fram að þessi mynd ekki fyrir viðkvæma og tekur FM 957 enga ábyrgð á töpuðum svefni og andlegum eða tilfinningalegum óþægindum sem kunna koma upp eftir myndina. Þú ert á þinni eigin ábyrgð. Fylgstu vel með á FM 957 og komdu með okkur í ógleymanlegt hryllingsbíó næsta föstudag. FM 957 og Sambíóin. The Woman in Black. FM 95 Blö í boði. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Já, eins og alltaf á 50 að þá ringi ég ungan mann sem heitir Brjátbreki og það engin breyting á, ég að spæja aðtöða hvort að ég ná ekki á honum hérna. Heyrði í honum. Heyri Brjáni Breka. Tekum á honum. Já, halló. Já, þetta hjá Brjátbreki að nægst aðra? Já, býta þess. B.B. King, það símir þig. B.B. King? Halló. Brjátbreki? Já, hver er það? Þetta er Öddi hérna? Blessur, þú mikli meistari. Sællinu, hvað segir þú? Það segir þú? Ég er góð, ég var bara að koma að baki. Þetta er aðeins svo mikið upplýsingum, hver var að svara? Var þetta kærastæðin að svara það? Já, þetta er einn sem ég er að hitta núna, hún er alltaf eitthvað til í eitthvað, hún er allavega að keyrir hraðar úr vinnunni
vinnunni en í hana, ef þú skilur hvað ég á við. Já, ég skil gott við. Herðu, já. Og hvað kallaði hann þig? BB King? BB King. Ok, skemmtilega. Hún byrjaði nú bara á þessu sjálf að kalla mig kóngin. Já, ok. Ég fílaði það nú bara vel, sko. Já, þú verður sáttu við það. Já. En hvernig ertu? Ég er bara nokkuð góður, sko. Já, ég vonu að setja öryggið á oddinn hérna heima þær. Nei, ekki séns, elsku kallið minn. Færið þú í axlanutt í úlpu? Ekki séns. Nei, það er, En það er að koma sumar og svona, þannig að ég er svona nýbyrjaður að grilla í liðinu. Já, skemmtilega. Ég grilla alltaf eitthvað svona, ég er alltaf að grilla í liðinu á sumrin. Já, skemmtilega. Og ég geti alveg fárulega steiktur þegar ég byrja að grilla í liðinu. Já, ertu svolítið í því? Ég get sagt þér það þetta er svona ekta gella sem þú mútir fíla, hún er alveg með geggjaða túltur. Hættu þessum dónaskap. Uppistandi mitt nýja. Já, ertu komin nýtt? Ég var að skrifa smá núna í vikunni. Já, gaman að heyra. Hvað? Hvað er málið með Jón Jónsson? Ég veit ekki, hvað? Er þetta lélegasta nafn í heimi? Af hverju heitir hann ekki bara Siggi Siggason eða eitthvað álíka ömulegt? Þetta er eiginlega lélegasta nafn í heimi síðan að Gauji litli var frægur. Ég meina Gauji litli, hann er risastóru spikfeitur en kallar sig sjálf Gauja litla. Breðan, hættu þessum, hann heitir ekkit Gauji litli og hann er búin að vera að berjast auka kílón. Þetta var svona nafn sem hann sett á sig í þessu átæki. Hann heitir þetta ekkit, sko. Já, ok, en þú veist hvað við að Jón Jónsson er svo glata nafn? Það er alveg ástæða fyrir enginn vil fara tónleika að kaupa plötu með honum. Þetta er ömurlegt nafn. Já, þetta er nú bara vinsælasti tónlistarmaður í Íslandi. En bróðir hans er góður tónlistarmaður og hann er alltaf til í allt. Er það ekki bara til í að breyta nafninu á bróður sín? Já, skemmtilegt þetta nýja efnið þitt. Skilur þið hennar brandara? Já, ég náði honum. Já, svo var eitt sko, því ég fór í innflutningspartí á föstudaginn. Ok. Og þá sagði félaginu svona, ég benti eitthvað bókaskáp og sagði mér að hann hefði verið búinn til úr Rekavið. Þá sagði ég yfir allt partíð, Rekavið? Grenja allir og látri, ég sagði það. Já, það er auðvitað gaman að fá þig í partíð, maður. Já, þetta var þetta, en Trópi er alveg farin að nefra á kannan. Já, Svali, hann er vist bara að fara að byrja með nýjan þátt á kannanum. Og mér dreymir eitt að superbyrja aftur. Já, varstu aðdándu þeirra? Það er besta grín sem ég hef heyrt. Já. Það var alltaf verið að tala um eitthvað kynlíf og Sigga Lund var alltaf búin að sofa hjá einhverjum og Gassi var alltaf grilli inni og eitthvað svona. Það var algjör veisla. Já, þú er aðdándu þeirra? Já, það var alveg geggjaði þetta, sko. Alltaf eitthvað kynlíf, sko. Já, þetta var svo fyndið, sko. Það er súper. Ef það byrjar aftur, þá nenni ég aftur að vakna á morgnana, sko. Já, kannski hvetjandi fyrir þig. Maður getur að hlusta á það. Já, ég fór í hvalaskoðunum helgina. Nó? Hvernig var það? Bara á sport. Þetta er svona brandari sem ég var að... Fór í hvalaskoðun. Já, ég náði þessu. Þetta var, frábært hjá. Hvernig finnst þessi? Ég er spáð að nota hann. Já, mér finnst það ekki góður. En að því að ég veit að þú og Sveppir er miklu vinir. Já. Og hann er eins og veist að hann kóngurinn og ég er dýrkan. Já, ég veit allt um það. Ég hitt hann í Hagköp daginn. Já, ok. Og hann var bara eitthvað að vesla þarna seri og svo kókabössu eitthvað. Já. Ég lappaði þessum upp á honum, horfði á hann í smástund. Sagði svona við hann, heyrðu, átt þú ekki að vera með hinum Sveppunum í grænmetistildinni? Þá fór hann svona aðeins að hlæja og þá sagði hann einmitt sem ég fannst svo ógeðslega fyndið. Veistu hvað hann sagði? Hvað? Góður. Já, góður. Já. Ég alveg grenja og látri og lappaði með honum hann allan búðina og nei, þú lígu því. Sín honum bórat eftir hemmuna mína. Lígu því, Bjarn, þú hafði lappað með honum allan búð. Nei, ég lappaði með honum allan búðina og ég sagði svona, egg a mushroom. Egg? Já. Hann hló og hló. Ég held að við séum átti vini núna bara. Nei, hann hefur engan á að tala þig. Hann alveg hló mikið, hann sagði þessi, bórat eftir væri mjög góð og ég kom með svo hugmyndaða nýjum þætti sem myndi heita Sveppasýking. Já. Það væri bara einhvern veginn, þú veist, þannig að... Ég veit núna, Bjarn, ég veit út að ljúa. Hann hefur ekki viljað tala við eftir að komast með hann drikkarna hindina, þannig að þetta er bara kjaftaði. Ég er bara að fara að skella bráðaukanli, en þetta var gaman að heyri þér. Nei, svo var einhverja, þú veist að ég á orðið guggur. Áttu orðið? Ég samti það á sínum tíma. Nei.
Þetta eldgamalt. Hefur þessi mynd sem heitir American Pie? Já, þetta sé hana. Þessu góður Stifler. Stifler? Hann algjör meistari. Já, þú ert aðdáandi Ég var að horfa á þessa mynd nú daginn. Já. Þú ykkur snillingur. Já, það kemur... Akkur ekki gera fleiri svona myndir? Það búið að gera 5 American Pie myndir, held ég. Ok, þetta algjör meistari þessi Stifler. Já, það kemur ekki óvart að setja aðdáandi. Þetta milf-dæmið. Já. Sko, það ángríns að finna sem ég heilt. Já, skemmtilega. En ég að taka viðtalið Aron Einar á hann. Já, hann snillingur. Hann að fara að skítappa þessum leik á sunnudaginn. Já, þú ert púllari. Skítappa. Eitt sem púllari ávallt púllari, kallið minn. Já, nákvæmlega, ég heyrt það. Og ég býsti alveg svona 7-0 eða eitthvað. Já, glæsilegt. Ég bara óska ykkur góðs gengis, þó maður haldi nú með Íslendingum. Já, heyrðu, kannski, ef þú hittir Sveppa. Já. Af því hann gaf mér mailið sitt hana. Já. Sveppi.is eða eitthvað, Sveppi@gmail eða eitthvað hannig. Já. Þetta byrjum að tjekka á því að ég sendi hann handrit og eitthvað. Já, hann ekkert fengið það. Það þessum nýja þætti, hann kannski að heita Sveppa Sýking, þátturinn. Já, ég ekki hissa á að ekki fengið mail tilbaka, því að þetta ekki mailið hans. Ég heyri þér, Brján, við verðum í bandi. Ok, mestari? Já. Þú mikli mestari? Já. Eigum við svo kannski að fara að fá okkur eitthvað í glas? Ég kennst ekki með helgina. Þú mikli mestari? Já, við finnum einhvern tíma í það. Ekki? Jú, gaman að því. Ok. Later. Já, bye. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm... Lag hérna með Lil Wayne og Bruno Mars. Það er endur ekki allir sammála því sem þætti, því að Sveppa finnst þetta mesta kjaftaði sem hann hefur heyrt. Þetta lag, þar hann heyrði hérna á þriðjudaginn. En já, finnst þetta ekki flott lag að höra? Þetta er bara fínt. Fínasta lag. Herri, við þökkum Brjáni Brekka kjallaði fyrir símtali. Ef hann að hlusta, hér réttandafotnið er bæði flottulagkeppnin, Tuðhotnið og fleira. En áður fyrir mig auglýsingahjóra, þá var ég bara að segja þér hérna að það var að koma á topp 10 listin yfir, valdamesta fólk Hollywood. Ok. Og þetta er gert á hver einast ári og þessi listi er svolítið skrítin að mínum mati. Þetta er allavega... Hvað sæti Jerry Bruckheimer? Jerry Bruckheimer er ekki á topp 10. Ég skal bara lesa fyrir hérna örsnögt. Í 10. sæti Bill Cosby. Að sá maður skulle ennþá hafa völd í Hollywood er bara beneath me. Ég hef ekki séð hann hvorki þáttum nýja bíómyndu núna í 20 ára held ég. Þú væntar með listan frá 82 eða ekki? Nei, þetta er bara nýjasti listin. Hann vilist hafa einhver gríðarlega áhrif að núti. Og í 9. sæti Bono. Þetta er þetta er bara listi yfir valdamesta fræga fólki. 8. sæti er Martin Scorsese, 7. sæti Stephen Hawking, 7. sæti Dr. Mehmet Oz og svo eru konið þetta á topp 5. Þar er í 5. sæti George Lucas. Já, hvað veist? Já, ok. Já, það er hann náttúrulega, já, það er með Star Wars og svona. Það er Stephen Hawking var það, veist ekki hver það er? Jú. Hvað er hann að gera það? Hann er greina svona valdamikill. Gáðar og valdamikill. 4. sæti Ron Howard, leikstjóri. 3. sæti Steven Spielberg. Í öðru sæti Michael J. Fox. Byrju, 1. sæti Brad Pitt. Oprah Winfrey. Brad Pitt og Angelina Jolie komast ekki að lista þessu sinni. Oprah Winfrey? Já, þetta er... Þú ert að skoða eitthvað gamla lista? Ég get þó svarað þetta nýjasti listin hjórar. Var Prins Rækumar að setja saman að lista? Oprah Winfrey og Bill Cosby, vantar bara Eddie Murphy og Wesley Snipes? Sko, Oprah Winfrey er í 1. sæti og Bill Cosby í 10. sæti. En það eru samt, Oprah kemur ekkert óvart. En það eru að menni svo, veist, Ron Howard og ég veit ekki, og Bill Cosby, skríti. En hvað myndur þú halda svona, þú ættir að nefna 3 valdamest á Íslandi? Hvað myndur þú? Valdamestu? Á Íslandi? Í Hollywood á Íslandi? Nei, svona frægu fólki. Þetta var ekki bara Hollywood, þetta var að tala um frægt fólk á Íslandi, valdamikið. Ekki drepa mig, Ekki Balti? Ögmundur Jónasson? Já, Balti. Og Jóhanna Sigurðardóttir? Já, glæsilegu listi. Rópalisti. Rópalisti þarna fær. Geðveikt spennandi. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo er það flottu lagkeppni. Ertu tilbúið með lagið þitt? Já. Já, ekki Pitbull. Nei. Nýtt frá hraðbenningum. 10, 15, 20, 25, 30, 35 eða 40.000 krónur. Hratt og örugglega beint inn á reikningi þinn. Hraðpenningar.is. Veldu þér þína upphæð. Er ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát? Hlölabáta. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Fundur framöndan. Mini-pítur. Pítan, sími 562 90 90. Pítan. Alltaf fersk. Úrilla Górillan kynir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða í kvöld. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum.
Tíminn þinn dýrmætur. Lifðu á öld Apple-hraðans. Veldu þér Apple-fartölvu og fáðu meira út úr lífinu. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Vissir þú að áskriftin alltaf ódýrust inn á stöð2.is og þú alltaf númer 1 í röðinni. Smelltu þér núna inn á stöð2.is. Þráðlaus heyrnartól frá Plantronics fyrir GSM síma og skrifstofuna. 20% afsláttur. Nýherji og netverslun.is. We Are Young með hljómsveitinni Fun. Þið að hlusta hérna FM 95 Blöð og það komið að dagskrárliði sem vikulegur hjá okkur Hjöppa og heitir Flottulagakeppnin. Heldast að hann sé 4-2 fyrir mér ef ég man rétt. Það ekki? Getur vel verið. Tók þið síðast og komst þar í 4-2. Getur vel verið hættu þessu, þú veist það alveg. Ok. Já. Hérna fyrir ykkur sem þekki ekki leikreglur og þá spilum við Hjöppi báðir eitthvað lag sem okkur finnst mjög flott. Svo það, við fáum 1,5 mínútu og svo undir hlustundu komið að velja hvort lagið var flottara og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Þannig að við spilum hérna 2 lög og svo hringi 511 0957. Hjörvar, hvort þú viltu vera á undan eða eftir að þessu sinni? Herri, ég ætla að fá að vera eftir í þetta skiptið. Ok. Og ég og svo vil ég haldir í tímareglunar að báðir fá inn þessar 90 sekundur. Já, ég hef alltaf gert það. Ekki að þú fáir 3,5 og ég 20 sekundur. Ættu þessu Hjörvar maður, það hefur aldrei verið þannig. En, ok, spilaðu þetta á eftir reglunum. Já, hvað hef ég ekkert maður syndið þessu? Ekki verið að þessu bylli. Ok, þannig að þú vilt að ég byrji. 90 sekundur á kynni hérna einn mitt lag. Þetta með U2 og lagið heitir Helter Skelter. Þetta lag sem að Bílarnir áttu en mér finnst þetta flottari útgáfa og hér kemur mitt lag. This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide and you stop and you turn and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. Do you, don't you want me to love you? Fyrsta sinn sem ég sé þið dillaði við mitt lag. Nei, ég myndi alls ekki að dilla mig. Þú varst að taka smá gítarsóla með hérna. Eitthvað coverband að taka í Beatles-lag. Mjög gott. Já, en þá eftir 15 sekundur, ég held ég ná uppáhaldskaflann minn eins og enn, hlustaði. Já, ég veit það. Ok, þetta var mitt lag. Herru, þá Slökkt og lagi. Já, ég búinn að slökka á því, slakað á maður. Ég bara, ekki lagi að hafa þetta undir, svo ekki þögn. Nei, þá ertu að fá mig. Ég stjókir. Herru, það komið hins vegar að Hjöppa. Þetta var mitt lag U2 með Helter Skelter. Fínt coverlag. Það er svo flottu partur. When you get to the bottom, to the top and the slide. Then you see me go. Herru, já, þetta var mitt lag og Hjöppi, hvað hérna þitt lag tilbúið? Ég ætla að fara aðeins á mikrinótuna nú. Þetta horfbjúður. Ok, ég treyst á hlustendur. Það að þegja núna í ég þegi bara og setja þetta í gang. Já, voðalegt, þú tensmaður að þessi tími mánaðarins er. Já, það þessi tími. Já, komið 1:30 Hjörvar. Eina sem gott við þetta lag Mickey Rourke í vídeónu. Það má ég að hann grjótarður hann. Herðu. Nei, þetta var skemmtilegt lag. Þetta voru lögin. Ég var með Helter Skelter með U2 og Hjörvar Hafliðarsson valdi Hero með Enrique Iglesias. En það vist ekki við sem að stjórnum úr slutum, það eru hlustendur og nú erum að gera hringja í 511 0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa keppni og við opnum bara fyrir síman. Það hérna, fyrstur hlustandi FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan dag. Góðan dag. Daginn. Herru, hver fær þitt atkvæði? Herru, það Hjörvar. Hættu þessu fullorðin kallmaður. Nauti getur ekki tekið bara eitthvað svona einhverja mestu drast hljómsveit alltaf tíma. Hent bestu hljómsveit inn í það. Það er gott. Herðu, sko, þú ert að tala U2 en velur Enrique Iglesias? Ég vel Enrique. Jæja, toppmaður. Greinilega örugum með þína kynneigt. Það sjálfsög. Já, gott að heyra. Það er þetta gott. Gaman að heyra í fólki með sjálfstrust. Gaman að heyra.
Herðu, ég þakka fyrir þetta þó atkvæðið að vera lélegt. Ekki málið, takk. Herðu, staðan 1-0 fyrir Hjöppa, FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæðið? I can be your hero. Já, hvað? Nei, ertu að meina þetta? Ég að meina þetta. Klassi. Tveir fullorðnir kallmenn búin að hringja inn. Ég veist að alltaf þegar ég heyri svona... Það flott lag. Já, en ekki mitt, Helter Skelter. Bara ekki eins flott. Ég kannast ekki valla við lagið. Nákvæmlega. Valla þetta var svo liðið útgáð hérna. Jæja, herðu. Takk kærlega fyrir, ég kann að meta þetta. Já, núna vill ég bara heyri einhverju nýjum hlustanda. Kann að meta þetta. FM95 blöð, góðan daginn. Góðan, þetta klárlega Hjöppist. Takkaði fyrir þetta. Grín í gangi, maður. Takkaði fyrir þetta. Ég vissi að þetta myndi... Má ég spyrja, hvað ertu gamall? Miklu betra, ég 18. 18, já, ok, það útskýrði. Þetta er svona tími sem allir þurfa hetju. Og þarna kemur Enrique Iglesias. Ég viðurkenni það, hefði ég verið 18 ári í ástarsorg á Sauðárkróki, það hefði örugglega varið hero, þannig að... Ég ekkert í ástarsorg. Nei, ég er að segja það, þú ert líka bara... Ég er að segja það, þú ert bara hérna örugum með þína kynnið og ert með stútfullur af sjálfströsti, ég heyri það. Herðu, ég þakka ekki fyrir rass, en takk fyrir að hringja eins og þar. Ok, bye. Býta aðeins við því. Ekki vera dónalög við þá sem er að... Ég er ekki dónalög, ég þakka hana fyrir að hringja. Já, skýtt ekki í þið, maður. Herðu, 3-0 fyrir Hjöppa, FN95 blöð, góðan daginn. Nákvæmlega, skýtt ekki í þið, maður. Já. Hver fann þitt atkvæði? Djöfis fuck ég, maður. Herru, ég ætla að velja þetta. Atna þekki ég þig. Komið drándýr. 3-1, takk hjá fyrir þetta, Bye. Herðu, bara kjaftu upp. 3-1, FM95 blöð, góðan daginn. Já, það er klálega Helter Skelter, sko. Helter Skelter, herðu, maður er með comeback king hérna, maður. 3-2. Það getur djöfis kettlinga væl, maður. Nei, ég er ánægð með þig. Takk hjá fyrir þetta, Ok, Hjöppi staðan á 3-2. Kallinn komin inn í þetta. Hvað hverju talar ekkert? Áfram. Já, sýtu bara. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag, hver fær þitt atkvæði? Hvað fyrir þið? Hver fær þitt atkvæði? Enrique Iglesias. Já, takk fyrir það. Takk kærlega. Takk kærlega. Jæja, takk fyrir það. Þetta er samt mikið að kallmennum að ringja. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Herru, þetta er klárlega Enrique Iglesias. Já, takk kærlega fyrir það. Jesus Christ, maður, 5-2. Hérstu alltaf upp á þetta lag líka eins og ég? Já, klárlega. Já, Hero með Enrique Iglesias. Æggeðu. Það er svolítið gaman að fá sér svolítið vel í glas og taka þetta lag. Ég veit, svona 4 bjóra. 4 bjóra? Ég er ekki meira að tala um svona... Ertu að keyra þig í gang með Hero með Enrique Iglesias? Auðvitað. Aldrei með það í partí. Þetta er gott. Þetta er hérna, ég heyri út stúdfullur af sjálfströsti og örgum í sjálf og þig. Það er gaman að heyri svona fólki. Svo var það. Herru, takk fyrir að hringja. Heiður að fá að heyri. Ok, bæ. Herru, maður sé að ég ætla aðvæða neitt. En þetta á 5-2? Já, þetta er FN95 blöð. Já, góð kvöldi. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Enrique. Gott að heyra. Takk kærlega fyrir þetta. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Hjöppi. Bless. Maður sjá. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Atna þekki. Endum á þessum fallegu tónum. Takk hjá það. Jæja, loksins. Ég var líka býð eftir að myndu koma kvennmaðurarninn. Sem hefði valið Helter Skelter. 15, já, ok. En þetta var alveg nokkuð þægilegur sigur. Já, ég verði að gefa það. Ég held ég myndi rúlla þér upp fyrir að segja mig hvað lag þú verið með. En þá er staðan honum... Þetta lag á svona sérstakar stað í hjarta margra. Hjarta margra? Nei. Það held ég ekki. En ég verði að, ég tekið sem maður, óskar til hamingju, útkomin inn í þetta aftur, 4-3 og ég mun koma með eitthvað rándýrt lag hérna í næstu viku. En Enrique Iglesias með Hero hafði sigur þessu sinni, fáum núna eins og Pumped Up Kicks með Foster the People. Foster the People, á móti mér situr Hjörvar Hafliðarsson í Sigurvímu eftir að hafa unnið flottulega keppnina hennar rétt áðan með laginu Hero með Enrique Iglesias. Við erum svona ennþá að ná því. Til hann mikið Hjörvar. Takk fyrir það. Stórkostið þér. En það er mikil íþróttahelgi framundan og ég veit það er náttúrulega allir leikinir í beinni í ensku og úrslitaleikur á sunnundaginn. En það sem ég er svona eiginlega spenntastur fyrir og er sýnt í beinni og hvet alla til að horfa á er Gunnar Nelson. Hann er að keppa um helgina. Hann er að fara að keppa. Átni fær ekki að keppa því að anstæðingur hans er eitthvað meiddur eða eitthvað. Já, það var verið að cancela þeim barðaði. Já, það var verið að cancela hún. Þannig að það er Gunnar Nelson að fara að keppa og þetta er náttúrulega mjög gaman að horfa á þessi slagsmál því að þarna má í raun og veru gera allt. Já, þetta er eitthvað sem ég myndi aldrei þora að fara inn í búr. Hann er eins og við fórum hérna út. Það er svo margt sem þú myndir ekki þora. Auðvitað myndir ekki þora þessu. Hvað er svo margt sem ég myndi ekki þora? Þú myndir ekki þora í bóks. Hættu sem svo þú sért einhver daredevil hérna fyrir fram að mér maður. En sko við fórum og horfum á hann keppa og þar var hann bara stíginn í búri og hann myndi miklu stærri manni en hann er svona eins og snákur hérna í búrinu sko. Já, það er oft talað um það að bestu bardagamennir í þessu séu svona góður að glíma af því að öll slagsmál enda yfirleitt í einhver svona fangbröðum í gólfinu. En það sem er samt ótrúlegt í þessu er að menn skulle ekki vera að rota þær oftar fyrra því að þarna eru menn stundum að keppa við menn sem eru mörgum kílóum þyngri en þeir sko, þetta er einhver sem er aldrei levelt í boxi
En þeir einhvern veginn ná að hoppa bara í skrokkina og... Já, ég meina, þetta náttúrulega, sko, UFC náttúrulega búið að vera gríðarlega vinsælt þarna í Bandaríkjunum, svona 10 ára allavega. Já. Svona, þá ég að tala um í miklu vinsældum. Já. Maður hefur náttúrulega hort svolítið á það náttúrulega búið upp á þetta í sjónvarpinu, maður hefur hortið þetta á skrýmsli eins og Fedor Emelianenko, hann reyndar ekki held ég ekki í UFC, en það svona slagsmálundur, hefur ekki séð hann? Jó, svo ég líka séð hann Chuck Liddell þarna, grjótarður. Já, og svo var þarna eitt svona internet sensation, Kimbo Slice, maður stættir honum, Kimbo, stór svartur durgur. Sem að þeir keyrðu á með hann á milli hverfa og leta hann berja eitthvað leið, sko. Grjótarður, eða? Grjótarður, svo fór hann að keppa við alvöru gæja. Þar var hann bara lamin í drasl. Já, þetta mikið tækni og svona líka, sko. Það ekki nóg að vera bara með street fight. Sem að þú vildi nú alltaf meina það, Jóra, og þú myndi berja Gunnar Nelson inn á street fight. Já, en hann myndi vinna mig Inside the Octagon. Já, Inside the Octagon myndi hann hafa... Það sem að væri bara stöðumælir og bílar og svona, þá myndi ég... Nei. Þú veist, ég myndi borga svo mikið pening fyrir að sjá þig slást við Gunnar Nelson. En það þú veist að, spáðu samt hvað það gaman að vera svona góður að slást. Þó þú verður ekki einu svona keppininu, spáðu bara hvað alltaf örugur. En ert þú þá að segja að þú sést frekar a lover and a fighter? Já, ég verði að taka það að mig. Ef ég annarkort, þá ég sennilega meira lover and a fighter. En þú? Ég lover and a fighter. Nei, þú ert ekki fighter. Já, ég meina, hann hrikalega góður að slást og það náttúrulega ekki, sko... Þetta náttúrulega besta leiðin til að létta sig. Já, farið svona bardaíþróttir. Já, ég var alveg að sé menn bara hrynja niður í þyngd með að fara að, þú veist, þú ert náttúrulega að reyna að losa einhver, manns bara hvað þetta tók á að slást, bara í frímínútum. Já, bara gæði með hálstakaður og út að reyna að koma þér út úr því og svona. Ég líka, veist, ég kefti sveppa bæði í UFC og boxi. Það veist, og sveppin og engin slagsmálahundur, en þetta eitt af erfiðasta sem ég gert. Þegar ég kefti mig í boxi í höllin einhvern tímann, kefti 2 lótur, ég gæti alltaf labbað eftir það. Samt var ég ekkert að keppa við eitthvað, þú veist, háklassa íþróttamann. Þetta var náttúrulega svo ógeðslega þrjóskur hann sveppi, sko. Þetta er svo erfitt og þú veist, þú færð högg, þó þú eyðir allir orku svona átt að því þú verður svo pirraður að reyna að ná honum tilbaka. Þú lappar, þú skríður út úr hringnum. Ég meina, þú veist kannski konur sem að fara núna á hlaupabretti í 50 mínútur. Kýlið höfðar í boxpúða í svona 5 mínútur. Já, prófa það. Það er svona 100 sinnum erfiðara. Ég held að... Hefur þú prófað kílú til lofti alveg, ég meina, þú veist, maður er dauður eftir það. Já, þetta er viðbjóðslegt. Ég reyndar væri alveg til að mæta þeir í boxi. Já, ég fór náttúrulega í Egil hérna, Gilsson, og það var, ég meina, svo hugmynd var betri áður en ég var komin inn í hringinn. Hann var svona hraustari heldur en ég held, sko. En ég held ég getur alveg tekið þig. Já, ég er með svo, þessi beina hægri sem ég er með, sko, ef ég landa ég myndi skokki kringu þig og myndi þreita, þú ert fljótt reytur. Þú veist að koma í mig og þú ert með svo stuttan faðm, þú ert svona eins og lítil kanína, meðan ég myndi bara svona halda þér frá mér og með stungunum mínum. Já, þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að skoða bara, að fara í hringinn. Það var ég til í þetta bara. Já, en ég samt segja það aftur, ég væri hrikalega til í að kunna, ég reynda að væri stór hættulegur ef ég væri svo Gunnar Nelson. Ef þú kynnast þá verður það að nýta þetta. Já, ég væri alltaf bara svona, hvað ertu að segja? Hvað ertu að kalla mig? Ég er ekki að kalla það neitt, þegiðu þá. Svo myndi ég bara labba áfram. Ég meina, manst eftir þessu þegar maður var yngri og það var einhver gæjar að æfa karate eða judo og svona, þá sögðu þér alltaf, ég má ekki nota þetta, annars er ég rek. Er það rétt? Það er stranglega bara, já. Sem sagt, þú byrjar að æfa karate, judo og allar þessar greinar og hjá Mjölni, þá skrifar undir blað eða samning það ef þú ert tekinn við það að slást niður í bæ, þá máttu ekki æfa lengur, sko. En það verður að vera þannig, sko. Er það ekki? Ég held nú reyndar að menn væri í þessu til að geta varið sig, sko. Já, það er eitt að verja sig ef það er sjálfsvörn. Já, svo sem þetta kallast sjálfsvörn. Þú ert ekki til þess að þú gengur bara með gun, eða ekki? Jó, ég er með kuta á mér. Hann er eitthvað böggað mig og þá bara færa hann einn í síðuna. Herðu, fáum auglýsingar og svo er það Tuðhorni. Flugfélag Íslands kynnir. Þá er loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 10 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð er flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki er á aðeins 22.9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópatel Flugfélags Íslands í síma 570 30 75 milli 9 og 4. Það er mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Athugið, það er 20 ára aldurstakmark í ferðinni. Enda brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Hlökkum til að sjá þig. Flugfélag Íslands og FM 957.
Heiðar Austmann í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Happy Days á B5. Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Engar uppskriftir, engar afskriftir, bara bensín og olía. Atlantsolía, lengi lifi samkeppni. Úrilla Górillan kynir Heineken Pub Quiz með Hjörvari Hafliða í kvöld. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. Sena kynir PlayStation Vita. Nú heimurinn þitt leiksvæði og allir spila með. Engar málamiðlanir, alvöru spilun. PlayStation Vita komin í verslanir. Sena. Sky Agency í samstarfi við Börn og Dominos kynna eitt stærsta plötusnúð allra tíma. Tiesto í Vodafone-höllinni þann 10. mars. Tryggðu miða strax á miði.is. 190 milljónir í fyrsta vinning á laugardaginn. 1x2 við tippum. Hver munurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu? Nú, eldbökurnar eru einfaldlega betri. Eldbökudagar á öllum stöðum Ritso. Allar pítsur á matseili á 1380 krónur. Ringdu núna í síma 5777000. Ritso Pizza, Grensásvegi, Bæjarlind og Árbæ. Dílar.is í dag. Mánaðarkort í byrjandabóks hjá Hnefaleigastöðinni á aðeins 3.980 í stað 8.900. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Mið-Ísland á stóra sviðinu. Grínhópurinn Mið-Ísland hefur slegið í gegn með 2 klukkustunda skotheldri hlátur taugadaskrá í Þjóðleikhúsinu. Það hefur verið selt upp í rjáfur á fyrri kvöldum. Ég heiti Ari Eldjárn, í uppvistasvoti Mið-Ísland. Aukasýningar á föstudaginn. 3. sæti. Miðasala á leikhúsið.is. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkeról og þú týnist í kynnslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Violet Hill, fyrsta sinn sem að þetta flotta lag er spilað í þessum þætti. Mikli snillingar þarna á ferð, en það hins vegar komið að dagskrárlið hjá okkur Hjöppa sem heitir Tuðhorni. Tuðhornið í FM 95 Blö. Ekkert að fara að moka göturnar. Rákæs, stelpæs, hommæs, veitu hvað endar þetta allt saman? Ef þessu er ekki breytt á drepjum mig. Hvar endar þetta allt saman? Hvar endar þetta allt saman? Þetta er vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meir umfjöllun? Það vita það allir að hann er hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við garbaðingar heimtum úrbætur. Ég læt alla vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann er bara tónalúr. Erum við öll að borða innasalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn er 511-0957. Það er rétt, síminn er 511-0957 og ég veit ekki með þig Hjöpin, ég var til í eitthvað gott tuð. Eitthvað vanda, eitthvað... Já, það er nákvæmlega máli, vandatuð. Við skulum sjá yfir hverju fólk er að tuða. FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan daginn, strákar. Góðan daginn, hvað segirðu? Ég segi bara allt fínt. Ekki? Jú. Þarna, ég er nú Hjörvarsmaður og... Já, gott að heyra. Villi mig tuða hann. Nú? Ok. Já, sunnundagsmessan Hjörvar. Já. Þú vælir svolítið mikið í henni, ha? Væli ég mikið? Já. Þetta er gott tuð, ég er ánægð með þið. Já, sko, Gummi. Já. Já. Hann hefur oftast rétt fyrir sér og þú vælir svolítið í honum. Já, ég skal hætta því. Ha, já. Ég skal hætta því. Þú ert allan að Hjörvar, þú ert minn maður og... Já, gaman að heyra. Við sjáum stráka mínir. Takk fyrir þetta, kallið minn. Já, þessi, hann var... Þetta var stutt og laggótt hjá honum. Hann var að tuði við að Hjörvar Hafliðason vælu og mikið. Og ég gæti ekki verið meira sammála honum. Ég vildi ræða. FM 95 Blö, góðan daginn, velkomin í Tuðhorni. Halló? Hæ. Ég er ekkert beint í Tuðhorninu. Ég heldur bara að segja að Hjörvar var miklu betra að hann. Já, með takk lagið. fyrir það, kallið minn. Já, Takk fyrir þetta, vinur. Þetta á ekki heima hér, en takk samt. Góð vinur. Herru, hvað er að gera þetta? Velkomin í Tuðhornið.
Já, herðu, ég ætla að tuða yfir því að sem sagt, Öddi er leiðilegur við börn þegar þau hringir inn. Ég er leiðilegur við börn? Já, það hringir inn eitthvað svona, jú, alltaf svona, já, og hvað ert þú gömul? Ég er alltaf svona lítið þegar eitthvað svona... Ég er alveg, veistu hvað, ég er svo sammálaður. Herru, Hjörvar situr inn að beint á móti mér og setur hendina á svona hálsinn þegar það eru krakkar hringin af því að hann vil fá alvöru tuð. Nei, ég er alveg sammálaður þarna og ég hef rætt þetta... Halda í öllu, það er að kjósa eða eitthvað, það er alltaf bara svona, já, þú veist, ef við natkvæði frá einum 10 ára. Já, það er þá fyrir tapsár og ég viðurkenni það reyndar, það er rétt hjá þér. Þetta er alveg rétt hjá þér og Auðun þarf að þroskast og... Það er reyndar hárrétt. Og þetta er rosalega gott hjá þér, ég þakka þér kærlega fyrir þetta innlegg. Herra, já. Ég tek náðu þessu, ég lofa þér. Þetta er góða punktur. Í alvörunni, takk. Ok, þegiðu Hjörvar. Takk, bye. Herru, já, það hefur verið að tuða okkur, það er eitthvað nýtt hérna. Já, ég er sammála, já. Ég var til einhvað gott tuð hérna, FM 95 Blöð, velkomin í tuðhóðnin. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, hæ, gaman að heyra í þér. Mér veist ekki nógu mörg hundasvæði á landinu. Ekki nógu mörg hundasvæði, nei. Hvar viltu fá hundasvæði? Bara á miklu fleiri stöðum. Já, áttu hund? Já. Finnst þér hundar svolítið skemmtilegir? Já. Hvaða hundar finnst þér sérstaklega skemmtilegir? Svona litlir chihuahua? Nei, Golden Retriever. Golden Retriever. Hvað, áttu hund? Já. Hvað heitir hann? Kópur. Kópur, það er flott nafn. Ertu úr Kópavoginum? Nei. Samt ekki úr Kópavoginum, en samt heitir hann Kópur. Hvað er þetta heima? Já, heim í Hafnarfirði. Já, ok. Herðu, já, þetta er gott tuð. Það vantar fleiri hundasvæði hérna á Íslandi. En getur ekki farið með hann út í álveri og þar? Leifast þú eitthvað að sprikla þar um? Það er bara svo langt. Já, en að fara bara með hann í Kaplakrikkan og láta hann skýta þar. Nei, ég er að grunast. Það má ekki segja svona. Ok. Herðu, gaman að heyri þér. Já, svo verður það. Ok, bye. Ég vona að konan undan hafi verið ánægð með þetta síndal. Ég gæti nú ekki verið mikið betri í þessa stelpu. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég er Hjörvarsmaður, alveg klálega. Já, þakkar. Og mér langaði bara kvart í því, veit ég, hvað þú vinnur oft með alveg ömurlegum lögum í svo góðlega. Hvernig getur þú sagt þetta? Já, þetta er rétt hjörinn. Hvernig getur þú sagt þetta? Hvaða ömurlegu lög? Þú veit alltaf með eitthvað, það er menn að guppa í mikrofónina, með tala eitthvað daginn, maður heyr ekki hann tala, það var bara eitthvað intro bara í 4 mínútur og 8 með 90 sekúndur. Þú lifist út að, nei, hvað var það með hérna, Fade to Black, já? Já, bara gupp. Ertu beitbólmaður? Ég er pittari. Já, glæs. Ég er pittari. Serðu það, það komið slangur yfir? Já, ég meina, síðan hann heitir Planet Pitt. Þú veist að hann er að syngja í All-Star-leiknum í Orlando á sundaginn? Veit ég það, heldur ég sem er allt niður mér. Og ertu með svona countdown heimaður eins og ég? Ég er með þetta, ég er með þetta. Ok, takk hérlega fyrir æriðunum. Takk fyrir þetta, Töð. Takk hérlega. Ég samt get ekki verið sammála, það er mikið búið að hrósa mig fyrir lögin í flottulega og ég var með þess að spurði bara þig núna síðast í SMS-i hvort að þú væri með mjög kvenlegan smekk þegar kemur á tónliststjóra. FM 95 Blöð, góðan daginn. Takk fyrir það. Ég líti á þessum rósa að vera með kvenlegan smekk. FM 95 Blöð, velkomin í tuðhornið. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, ég er nú bara ekki sáttu við þessu ensku deild, sko, í fótboltanum. Ok. Og svo voru þeir hann á Sky að gera lítið úr Napoli þegar þeir eru að slátra Chelsea. Já. Ertu að fylgjast með ítalska? Já, ég er ítalskur. Já. Og ég fylgist náttúrulega með því þegar að, já, náttúrulega, ítalsku liðin er að gera lítið úr ensku liðin um meistaradeildinni. Já, undanfarin ár hefur það nú verið þannig að ensku liðin hafa verið að gera grína að þeim ítalsku. Það er náttúrulega... United sparkaði AC Milano keppni, Tottenham sparkaði AC Milano keppni, Arsenal sparkaði AC Milano keppni hvað var það, síðustu 3 ár? Já, síðustu 3 ár, við ekki tala um í dag. Já, í dag. Við erum að lifa í núinu. Og það er á rétt hjá þér. AC Milan er náttúrulega búið að vinna þetta einvið á móti Arsenal, en Chelsea er alveg ennþá í dauða síðan á móti Napoli. Já, svo eins og, sko, Jamie Redknapp að geta kallað sig eitthvað knattspyrnu speking, þar að viðurkenndi það hann í leiknum að hann var að sjá Kristján Matsson spila í fyrsta skipti. Já, ég held að það sé bara ekkert svo óeðlilegt. Hvað hefur þú séð leikmennu til dæmis í Marseille oft? Ég fylgist ekkert með frönsku. Nei, ég er að segja það. En ágrætti hann eitthvað frekar að fylgjast með ítalska? Ef hann ætlar að lýsa leik með liði... Já, þá ætti hann auðvitað að koma sér inn í þetta. En það er alveg eðlilegt að hann hafi ekki séð þetta. Vakti Björn er ekki fara að lýsa leik sko í indversku deildinni. Já. Skilu? Góður. Þetta er gott uð. Já, ítalska deildin, hún eru uppreist og verður að sína að tilfengið og skipti ekki öllum máli. Takk fyrir þetta. Herru, tökum einni viðbót síðasta tuð dagsins. Það var gott að vera komið. Herru, það er allt í rugli þarna. FM 95 Blöð, velkomin í síðasta tuð dagsins. Áttu eitthvað gott að okkur? Skellt á. FM 95 Blöð, velkomin í tuðhornið.
Voru að lækja útvarpinu? Já, ég er búin að lækja útvarpinu. Já, velkomin í Tuðhornið. Já, þakka fyrir. Ég fá fyrir því að söngvakeppnin er ekki á Akureyri, söngvakeppnin kom alltaf. Hvað sé, ég heyrðu svo í klifið? Því að söngvakeppnin skulle ekki vera á Akureyri. Já, ok. Já, ertu það norðan sjálf? Nei, ég er ekki norðan. Mér langar út útskóla að taka róttrip norður. En á hverju ferðu þá ekki í skíðaferð FM 957 sem er eftir 9 daga? Því ég er ekki komið með aldur til. Því að? Þú ert ekki komið með aldur til, já. Já, ok, ég skilji. Og í hvaða framhaldsskóla ertu? Ég er í menntaskólanum í Reykjavík. Þú ert í menntaskólanum í Reykjavík. Og hver er að fara að syngja fyrir ykkur í menntaskólanum í Reykjavík? Ég var á Akureyri þegar söngvakeppnin var, en ég er ekki alveg viss. Já, þú ert ekkert inn í þessu, þú vilt bara komast norður og good shit jam. Já. Ok. En er ekki bara svo mikið að gera hjá ykkur? Náttúrulega MR er, sko, með fullri virðingu fyrir öðrum menntaskólum, ábúinlega besti menntaskóla landsins. Er ekki það mikið að læra að komast eitthvað í þetta? Jú, það er ekki mikið að læra, en ég meina, það er alveg að kynna það aðeins. Já, ég læri það mjög snemma í Fjölbraut. Það er alltaf þetta að hliðra til og kíkja þessum á roadtrip. Það er ekki hægt held ég út í MR. Það er góður skóli. Ég reynda var ekki MR og aldrei komist þar inn. En þetta er rétt, já, það þarf að koma eftir að keppna aftur norður. Já, nokkulega. Takk fyrir þetta. Okay. Herðu, þetta var Tuðhorn dagsins. Alltaf verða vitlaust. Tuð á reynu og öðru og alltaf gaman að lifa þessu fólki. Já, Tuðhorns. Já. Og líka þetta er ofta aðri hluti sem er að ángra okkar hlustur heldur en til dæmis í útarsögu eða í kommentakerfunni á divaf og svona. Það er akkurat, við fáum svona eðlilegra tuð, svona nær okkur. Er eitthvað sem þú vilt tuða yfir hér? Eitthvað sem ég vil tuður? Já. Það er eiginlega ekkert að pirra mig okkur núna. Það er bara eitt sem við pirraði með alla vikuna, verða vikuna. Það var þegar ég lá upp í sófaði í gær, hafði ekkert að gera og var að horfa á Basel Bayern München, vitandi að þetta hefði getið verið Manchester United Bayern München. Það var viðbjöður. Eina tuðið mitt. Herru, Kelly Clarkson með hressandi lag. What doesn't kill you makes you stronger. Hlustuð á þetta aðnúti. Makes you stronger. Þetta er einhver sem við Hjörvar þekkjum vel. Enda konur á fertugsaldurinn, höfum upplifað ýmislegt, bæði saman og í sundur. En hingað talandi um fertugsaldurinn að þá er komin hérna maður sem hefur verið hérna í þessu stúdíói síðan hann var lítill gutti. Hann er ekki í loftinu þessa dagana. Þetta er Ásgeir Kolbeinsson, verður velkominn. Já, takk. Hann þarf að koma hérna að hjálpa okkur að kveðja í dag. Já, Ásgeir, ég ætla ekki bara að hjálpa okkur að kveðja. Hann þarf að koma að heimsækja mig upp á Úrullu Górullun og eftir og spila í fótboltapubquiz kl. 10. Já, ef ég mætti velja mér einn mann á Íslandi til að taka með mér í pubquiz þegar það eru bara fótboltaspurningar, þá held ég að Ásgeir Kolbeinsson yrði síðasti maðurinn sem ég myndi ringi. Já, ég held ekki, sko. Hann leynir á sér. Já, ég gæti komið með samt, ég fengi nægan tíma til að drekka bjóri, sko. Já, en svona ánals gríns, gætur þú nefnt með núna 4 leikmenn í Manchester United, Ásgeir? Ekki? Nei. Getur nefnt með 2? Nei. Jó, þú veist að hættu þessu, þú veist alveg hver Wayne? Já, Wayne Rooney, Já. Og ertu að segja með okkur engan annan? Ríó? Ferdinand Já, þetta hjálpaði með þetta. Spilaði heimskan. Hann er með þetta allt saman á hreinu kallinn. Hvernig er helgin, Ásgeir? Hún er bara góð. Hvað er Kolbálinn að fara að rúlla í þessa helgina? Það er fullt að gerast helgina. Ekki? Jú. Það er eitthvað gals í mönnum þessa helgina. Mikið árshátíðum og svona. Æsland er með árshátíð á laugardaginn. Svaka stórt. Ímarkhátíðin á morgun. Ímark á morgun, já. Við getum sem velun þar uppi. Það er nú gaman að taka það. Það er ekkert nýtt. Fyrir myndbandi, FN95 blöð. Væral auglýsing ásins. Það er nú ekkert veðilt að fá eitt lúður. Hvað verður það að hringja? Herri, hvað er meira hér? Ert þú að fara ásatíð á Æslandi eða? Nei. Ég var að sagði, þetta er svona sem maður heyrir, eins og Hjöppi var að segja, svona eitthvað í loftinu, sko. Já. Það er svona, maður heyrði, það tók eftir í síðustu viku, þegar dómurinn í Hæstarétti féll hann lánin, þá bara svona, ok, nú ég penning. Já. Það var einhvern veginn dætt inn svona gýri í fólk. Það bara allir undir ríkið. Það var svona komin orðin eitthvað tími til aðeins að íta við liðið hérna, sko. Það er svona, að léttast yfir fólki hérna. Já, það er líka bara í gær til hans, það var svona pínu sólvaglæta seinnipartinn. Svona 6:30, það var ekki orðið sko bara rók. Ég fann það sjálfur þegar ég var að keyra heim og það var birta klukkan 6. Ég var bara svona, herðu, there's a light at the end of the tunnel. Það er bara einhvern svona, það er gleði framundan. Ég fann það bara. Svo líka að hæta alla sem alltaf posta einhverju leiðilegum fréttum og kommenta. Ég er löngu byrjað því. Það er sem ekki veistla. Ég hef ekki séð frétt frá Illuga Jökulsinni núna til dæmis alveg í 2-3 mánuði eftir ég hæta hann. Er það ekki bara að loka kommentunum á tíu til dæmis? Jú, ég held að það væri bara ágætis regla. En það er að lifna við liðið, sko. Já, svona ef ég þarf að tóna mig niður, ef ég er í ofgóðurskapi, þá fyrir ég nú d.is og les svona komment og jafnvel við góða greinar, sko. Eitthvað svona vann milljón í lottóinu. Hvernig vann hann milljón, ekki ég? Fáið þar, hverju spil í lottó, það er bara aumingjar. Er þetta frétt? Já, er þetta frétt? Hvað er að því? Er mikið sama? Það er aldrei eins svona bara, já, frábært, það hef mikið með það. Gott, þú notir þessa miljónu í eitthvað. En hvað er Colby Colbson, the Colb father, the Colb mikli að fara að gera þessa helgina? Ég ætla á Ímark á morgun. Já, Ímark á morgun. Já, ég ætla mættur 8:30 þarna. Þetta er svakalflottur dagur og sen náttúrulega bara annað kvöld.
Já. Það er svona strunns yfir á austur. Já. Kannski óvart. Kemur gríðalega óvart. Já. Allt aðal fólkið. Er það af því þú færið frítt að drekka þar, Ásgeir? Nei, ok. Kjöpi, hvernig helgin er þér? Já, þetta verður andleg helgi. Andleg og lúa andlegu liðinni. Salla róluðu bara á? Já, þetta er svona, ég mun væntanlega að fara í jóga eitthvað og komast í snertingu við minn innri mann. Lesa góða bók. Já, ég ger þetta stundum. Nú kannski þrýstinu 2 kvöldum í pubquizinu einu kvöld? Já, það er kannski jafnvel 3. Jafnvel 3. Herðu Hjörvar, takk aðeinslega fyrir þáttinn í dag og Ásgeir, takk fyrir komuna. Óskar Hjörvar til hamingju aftur með að unni í flottulegakeppninni en við ætlum að enda þetta á lagi sem að væri góður kandidat þar. Þetta eru Eminem, Lil Wayne og... Það er ekki að lefa Kolbjörn? Jú, herðu, núna kynni þetta Hjörvi. Hérna, Ásgeir. Já, þetta er pínu flókið svona að neyðalega introið. Heinust á morgun, klukkan 4, Rikki G. mætur. Sticking to the script, you skipping scenes. Be good or be good at it. Right, I got my semi-automatic. 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Miðasal í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58 1, 2, 3, 4, 5. Trúir þú á drauga? Sambíóin og FM 957 ætla að bjóða þér í Hryllingsbíó föstudaginn 24. febrúar klukkan 11:20 í Sambíónum Álfabakka á eina óvæntustu spennu hrollvekju ársins. Myndin skartar Daniel Radcliffe í aðalhlutverki og er bókað mál að þessi æsispennandi hrollvekja fær öll hárin til að rísa. Við tökum það fram að þessi mynd er ekki fyrir viðkvæma og tekur FM 957 enga ábyrgð á töpuðum svefni og andlegum eða tilfinningalegum óþægindum sem kunna koma upp eftir myndina. Þú ert á þinni eigin ábyrgð. Fylgstu vel með á FM 957 og komdu með okkur í ógleymanlegt Hryllingsbíó næsta föstudag. FM 957 og Sambíóin. The Woman in Black. Hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. B5. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Hvernig hljómar indverskur kvöldmatur? Á Tandoori færðu Í sumum tilfellum eru sögurnar svo galnar að maður getur ekkert annað en hlegið af þeim, segir sjónvarpsskákurinn Rikka í einlægu viðtali við Lífið þar sem hún blæs á slúðusögurnar og ræðir fjölskylduna og framan.